Afmæliskaka fyrir alla, kaffi og kaka. Til hamingju með það. Bókasafn Kópavogs var stofnað 1953. Árinu áður var haldinn fundur í Framfarafélaginu Kópavogur þar sem var ákveðið sem þetta efna til stofnunar bókasafns. Og í 15. mars 1953 þá efnt til fundar þar sem stofnað Lestrarfélag Kópavogshrepps. 20 mann skrifuðu sig þá í litla kompu, nöfnin sín, og þetta allt saman fólk sem var síðar mektar fólk hjá bænum og má þar nefna Finnboga Rút Valdimarsson, Huldu Jakobsdóttur, síðar bæjarstjóra, Jón úr Vör sem var svo fyrsti yfirbókavörðurinn. Fyrstu árum var bókasafnið í Kópavogsskóla og síðar með útibú í Kársnesskóla. Bókasafnið fór þarna síðan í Fannborg 35 í miklu stærra og glæsilegra húsnæði, miklu rýmraði með allt saman og starfsemin jókst gríðarlega eftir að við fluttum þangað. Það var opið alveg til klukkan 9 á kvöldin. Það var byrjað að byggja þetta hús árið 2001 og það tók 1 ár, þannig að það var opnað 11. maí á afmælisdegi Kópavogsbæjar 2002. Og þetta hús á 3 hæðum, hannað af Jakobi Líndal og Kristjáni Áskisinni, og bókasafnið síðan á öllum 3 hæðunum og svo náttúrufræðstofa Kópavogs á 1. hæðinni. Við erum með útibú svo heitir Lindasafn í Lindaskóla í Núpalind og það var opnað líka sama ár 2002. Í upphafi var bókakostusafnsins bara örfá eintök, þessi sem að Jón úr Vör hafði útvegað í gegnum bóksalaleyfi sitt og hann hélt bókamarkaði þar sem hann eignaðist peninga til að kaupa bækur og hann var vakinn og sofinn í því að koma safninu á koppinn og síðan hefur bara safnkosturinn aukist jafnt og þétt á hverju ári. Í dag eru 114 eða 15.000 gögn í bókasafninu, bækur, tímarit, DFD-diskar og geisladiskar með tónlist. Við erum á vefnum, bókasafnkopavos.is, við erum með Facebook síðu, vorum fyrsta bókasafnið á Íslandi til að taka upp tölvuútlán. En við verðum að tryggja það að allir hafi jafnan aðgang að bókum og lesefni, hvort sem það í pappír eða á vefnum. Og þess vegna eru bókasafnin svo gríðarlega mikilvæg sem þessi jöfnunar vettvangur fyrir samskipti, fyrir menningu og fyrir lestur. Og ég sé fyrir mér í framtíðinni að það verði glæsilegt stórt útibú í suðausturbæ Kópavogs. Og þar verði hægt að koma og upplifa svo margt. Menningartengda starfsemi, lestur, útlán á bókum, bæði rafbókum og pappírsbókum og tímaritum og svo framvegis. En fyrst og fremst að fólk sé þar með lýðræðislegan vettvang til að njóta menningarinnar. Bókasafnið hérna í Hamraborg opið alla daga nema sunnudaga. Það opið á mánudögum til fimmtudaga frá 10 á morgnana til klukkan 7 á kvöldin. Á föstudögum opið frá 11 til 5 og laugardaga 1 til 5. Og í Lindasafni opið alla daga nema sunnudaga. Á veturnar opið þar á laugardögum frá 11 til 2 en lokað á laugardögum yfir sumarið. Og við erum í raun opin allan sólarhringinn. Því að í gegnum vefsíðan okkar hægt að komast inn á leitir.is, þar hægt að leita öllum bókum sem til eru hérna í safninu, öllum munum. Verið hjartanlega velkomin í bókasafn Kópavogs bæði hér í Hamraborginni og í Núpalind í Lindasafni.